Það var eitthvað að faðma sjúklingina. Henda yfir hann. Það var ég. Og ég var alltaf að vinna svona þegar ég var unglingur sko. Alltaf yfirsetum yfir einhverjum mjög hættulegum mönnum sko. Og á geðdeildunum. Og hérna, það fikk ég þessa möppu sko. Já. Það var stundur ráðist á mann. Og það var alltaf verið að skipta möppur líka. Já. Og það var eina sem hún gerði, var að búa til alltaf nýjar möppur. Nýjar þýðaðir upp úr einhverjum dönskum. Eða sænskum. Já. Henda teppi yfir hann. Það var einn aðferðin. Henda teppi og faðma hann sem sagt og tala róandi. Tala róandi og segja að manni þykir vænt hann. Já, eitthvað svona, skilur við. Eitthvað svona bull, eitthvað svona kettling. Það var að ráðast á mann og svona koma aftan að manni. Þá átti maður að vera tilbúin með teppi sko, bara henda yfir hann. Mér þykir vænt þig. Já. Eitthvað svona sko. Eins og eitthvað myndi gera það, skilur. Maður bara fótum sínum fjöra launa sko. Það er bara það sem maður gerir. Og hlaupa burtu. Og þetta svona sko. Svo er svona, þú veist, þessi svið, sko, svo er þetta svona skipt á milli sviða, skilja, svona stjórnunarsvið, framkvæmdasvið, læknasvið, hjúkrunarframkvæmdasvið og svona. Og það er ekkert, sko, það er ekkert samstarf á milli þessara svið, sko, skilju. Ríkið lætur spítalann hafa 100 milljarða, sko, og hérna hafið 100 milljarða, og þá kemur stjórnunarsviðið strax og eða framkvæmdasviðið tekur kannski 30 milljarða bara strax á fyrsta degi, sko, til þess að málbygga planið eða eitthvað sko, skilur við, veist, og það er ekkert svona sko, og þeir sem kannski eru svona að vinna svona hugsjónastörf, skiluru, hjálpa með veikum börnum eða eitthvað svona, skiluru, svona, sem er bara á hugsjón sko, skiluru, og hérna þeir kannski bera minnst úr bítum sko, þeir eru ekki nóg frekir og svona Já, þetta er yfirleitt þannig, það er reglan þarna innan geðkerfisins að þeir sem gera mest fá minnst, skilur, og þeir sem gera minnst fá mest. Já, og stéttaskiptingin, sjáðu, starfsmenn á geðdeildum, þeir þurfa að ganga í svona einhverjum niðurlægjandi búning. Já, það er nú, já, það var það best. Já, einhver svona klæðskerasaumu og það meira að segja stendur á þeim eign ríkisspítalanna. Já, alveg tala, stendur á starfsmennunum eign ríkisspítalanna. Svo kemur það svona geðdeild eða þarna á Landspítala. Þá eru allir svona skúringakonur og starfsmenn, þeir eru allir svona eign ríkisspítalanna. En svona hjúkrunarkonur, það eru líka einhverjum svona niðurlægjandi búningum. En svona framkvæmda hjúkrunarkonur, skilur við, þær eru svona stuttum pilsum og engum sokkabuxum og engum nærbuxum sko, og háum hælum. Hvað veist þú að Nú ertu þannig að fantasera, já. Nei, yfir hjúkrunarkonurnar, skilur við. Þær eru bara í pilsum og gegnsæjum blúsum. Já. Sem að þær eiga bara sjálfar, eða ekki? Sem þær eiga, já, bara í stuttum pilsum, gegnsæjum blúsum, skilur við, engum sokkabuxum. Ég held að þú sér nú bara að þú ekki verið að gera það. Tímaðan það. Já, þú voru komin út í eitthvað allt. Nei, ok, allt í lagi, en þær eru bara í svona borgaralegum klæðum, sko, hjúkrunarkonurnar. Já. Og hérna, svona lækna, ef þú segir lækna, skilur, sem er að vinna, skilur, svona aðstoða læknar og svona á og þeir alltaf svona gagnsæjum slopp. Já, þeir eru í svona búningum, skilur, svona niðurlægjandi búning. En allir yfirlæknar og svona, þeir eru bara í jakkafutum. Já. Þetta er alveg svona, þetta er svona greinileg stéttaskipting, sko. Akkúrat. Þú ert bara aðstoðalæknir, kallinn minn, farið í svona einhvern bjánalegan slopp. Hvað er asnalegasti litur sem er til hérna? Er það svona fölbleikt, blátt eitthvað hérna? Já, skellt honum í þetta. Eitthvað svona niðurlægjamannholdi. Þetta er í gangi nefnilega. Og læknanemar, sko. Það er svona eins og, sko, svona púdelhundar, sko, á svona spítölum.